ekki einhver saga Stanley Kubrick þegar hringdi í Stephen King og spurði trúir á líf eftir dauðan og Stephen King segi já og hann sagði hvað þá svona spennandi við þessi sögu þínar og skellti á hann að Kubrick var alltaf mjög sérstak Já, ég sá þetta í einhverju heimildamyndi eitthvað sko Þetta hljómar eins og hann Já En talandi Kubrick, Já. ef við förum aðeins nú í bíómyndatal Já. Hvernig fílar hann? Dýrkan Er hann þínum uppáhalds? Já, við erum trommarar báðir Já, ok, það er tengingin Það er tengingin Þeir eru líka báðir leikstjórar Já, við erum líka báðir leikstjórar Nei, ég vissi bara fyrir örstuttu hann hefur verið trommari ég hafði mjög gaman að því þegar ég komst að því Vá, ég sé ekki fyrir mér hann sem trommara Nei, einmitt Nei, en já, hann er grjótharður trommari Áttu uppáhalds Kubrick-mynd? Erfitt að velja sko ég held að sko Clockwork sé einhver svona mynd sem hafði rosa mikið áhrif á mig þegar ég var úlingur Ice White Shut er samt sko datemyndin mín með konunni minni Hvað þýðir það nákvæmlega? Það er bara ég var reyndar þegar Ice White Shut það var náttúrulega eina skiptið eftir ég kom til Vits og Ára sem ég gæti farið á frumsýningu á Kubrick mynd þú veist í bíó Já, einmitt Þannig að það var náttúrulega gaman og ég fór eitthvað einn út að borða og fór einn í bíó og horfði á hana einn og var einn í salnum bara alveg einn, þetta var bara pínlítill salur og Akureyri og eins og bara engin nett að fara að sjá þessa mynd þannig það var æðislegt svo nokkrum mánuðir seinna þá byrjaði ég með konunni minni og ég eitthvað svona við ætlum að horfa á vídeómynd fórum og leigðum okkur Vafs skólu og ég tók þessa mynd bara svona til að sjá hvort hún myndi fíla Kubrick Var það test? Þetta var smá test Og tókstu Ice White Shut fyrir einhvern veginn Shining eða Full Metal Jacket Já, hún er svo rómatísk Ice White Shut Hún komur á orðis mynd ég sá hún í sínum tíma Já Mér finnst það frábær Já, mér finnst það frábær Já, af því að einhvern veginn þegar ég var búin að lesa hana og það var vist rosalegt við svona að gera hana og ekki Tom Cruise og Nicole Kidman voru þau ekki svolítið að kvart undan honum með eitthvað vildi hann ekki taka alltaf einhverja miljóntökur og erfitt að vinna með honum, víst? Jú, hann var 15 mánuði að skjóta þessa mynd Já Þú veist, það er jafn mikið og fór í allar Lord of the Rings myndinar sem er alltaf bilun og fyrir okkar mynd sem var svona yfirborðinu Já Þetta er ekkert einhver tölvubrellu mynd eða einhver svona stórmynd Nei En hvernig fannst Tom Cruise í henni og Nicole Kidman? Með þessu frábær og það er líka þú veist, eins og herbergisatriði það sem þau fara að rífast hann var í 2 vikur inn í þessu herbergi að skjóta þessi sinu En hvað finnst þér núna að þú ert leikstjóri? Já Þú hefur væntanlega aldrei verið 2 vikur inn í herbergi að taka upp eitthvað atriði Nei, Þú veist, hvað er þetta? Akkur gera menn þetta? Ég gæti þetta aldrei, Akkur ekki? Ég held ég hafi bara ekki þolinmæðin í þetta, En hann sagði sjálfur að oft vissi hann ekki hvað hann væri að leitast eftir en þegar hann rambaði inn að það þá var þetta komið Það hljóma samt rosalega klikkað Ég veit það og ég hugsa oft þetta hlýtur að vera einhvern veginn þannig sem hann fungerar og því að það sem ég hef fengið úr minni stuttir reynslu er að ég trú á einhvern ferskleika í þessu fyrstu tökum þegar við erum að skjóta og það gerist eitthvað svo þegar þú komin aðeins lengra þá fer þetta að verða mekanist í smá tíma þá fara allir að vera rosa meðvitaðir og svo þarf þetta að komast yfir það og þá fer þetta aftur að virka og það tekur þig yfirleitt alveg 15-20 tökur ef þú ætlar að gera það þannig en þá ferðu að gera þetta ótrúlega auðveldlega og gera breytingar auðveldlega og því að allir eru svo ógeðslega flinkir í þessu en þú þarft að komast yfir það þannig að það er eitthvað svona smá tímabil sem allt er styrt í smá tíma en hann bara fór eitthvað miklu lengra en það og ég ásett heimildamind þar sem Tom Cruise talar Stanley Kubrick og hans reynslu að vinna með honum hana og þegar þau gera ballroom-senuna allir bara eitthvað, wow, ballroom-sena og þau bara byggjast undir það að vera í marga mánuði en hann skaut bara eitt kvöld og þetta var komið og allir bara, gamli Kubrick bara í stuði svo fóruður í næstu senu sem var einhver sena inn í einhver svona biljarstofu eða eitthvað eða hvort það var næsta eða það næsta sena, ég man það ekki og þar voru þeir nefnir í marga daga og þau vissi ekki endilega alltaf hvað það var sem var að segja þetta en það bara, þegar eitthvað gerist þá bara, this is it En maður er einhvern veginn haldið að þú ert leikstjóri Já Þú ert með eitthvað sín að þegar þú segir við leikarna ég veit ekki alveg hvað er að leita
Þannig að haldið bara fram að leika og... Já, ég veit ekki hvort hann hefur orðað það þannig, við þau. En þú hefur vantilega skynjað þannig. Já, þetta er ótrúlegt, sko. Ég gæti ekki sett mig í þessi spór. Sko, það er margt í dag sem, þegar maður horfir tilbaka á Kubrick, þetta myndi ekki ganga upp í dag. Hann eiginlega kemur út sem vond manneskja, bara eins og hvernig hann fór með hana hérna í Shining. Shelley Duvall? Já, einmitt. Þetta er bara, hann bara niðurlægir. Já, það er bara ljótt. Það er bara ljótt, það gerir þetta enginn í dag. Eða jú, kannski gerir þetta einhver, sko, en hérna... Þetta er ekki standardar allavega. Þetta er ekki standardar í dag. Það er hægt að ná góðum hlutum út af fólki öðruvísi en að niðurlæga það, sko. En verður ekki bara þú ert með leikara? Ég myndi einhvern veginn halda það, þú ert að gera eitthvað svona skapandi. Og þeir eru leikararnir voru að gera kannski 10 tökur, 20 tökur, ég veit ekki hvað telst langt. Verður ekki bara þreyttir? Ert að fá okkar meira út? Jú, sko, ég finn fyrir því. Ég reyni að grípa þetta, mér finnst ferskleikinn bestur alltaf. Þannig að fyrri tökund að fekka það setni. Já, en svo eru leikarar misjafnir. Að þú getur verið að vinna með leikurum og þú veist að þessi leikari þannig að hann vill byrja stórt og þú þarft að koma honum á réttan stað. Sumir virka akkurat döfitt, fara varlega inn í senunnar og maður bara svona herður neyninni, við þurfum að kýla meir í þetta, sko. Og það voru með, þá 2 leikara sem, virka akkurat döfitt og þá þarf það að býða þangt þetta smellir einhvern veginn saman. Þannig að hver og einn leikari stýrir mér svolítið hvernig ég leikstýri. Og það gerir ég í undirbúningsferðlinu að finna út hvernig hver og einn virkar. Meðan við erum að æfa og svona bara, ok, það virkar ekki fyrir mig að segja við þennan þetta. Það kannski virkar illa fyrir mig að æfa mikið með þessum. Hann bara sleppaði að æfa og því að hann kemur með eitthvað alltaf geggjað til að byrja með. Þetta er mjög áhugaverður punktur, en er þetta þá eitthvað þegar þú sérð þetta í pröfum eða þarftu að fara aðeins lengar, þarftu kannski að fara í gegnum eitthvað svona table read eða sérða? Já, ég fer bæði gegnum table read og svo sko yfirleitt reyni ég að ná svona one-on-one sessionum með leikurunum þannig að við náum að það sem ég fæ út úr þeim, hvað þau vilja frá mér, hvað ég vil fá frá þeim, bara svona til að fatta hvernig þau fungera sem manneskjur. Oft byrði ég að segja mér eitthvað svona, segðu mig frá einhverju sem hefur reynst þér illa, og þá reyni ég að svona bara kannski að passa mig á því að fara ekki þanga með þau eða eitthvað þannig. Er þetta bara spjall, ekkert sem kemur handritunum við? Já, algjörlega. Svo förum við að tala um karakterinn og mér finnst sjúklega gaman að kafa ofan í hlutina með leikurunum og ég elska þegar leikarar ganga miklu lengur en ég í því og ég finn bara, ok, þau eru að fara að ná stjórn á þessum karakter og eru að fara að segja mér eftir nokkra vikur, ég myndi aldrei gera þetta. Eða minn karakter myndi ekki gera þetta eða segja þetta. Já, og þá veit ég að ég er að komast á réttan stað með leikarana. Og sko, creatively gerist þetta allt áður og ferði tökur. Viltu bara koma þessu frá áður og byrja að taka upp? Já, og til að sko, tökunar er svo mikið execution moment, sko. Þú er bara, og þá í raun og veru hendi maður öllu burtu sem við erum búin að undirbúka fyrir. Við erum svolítið búin að finna út hvernig senan leggst og þá kemur performancein, þá kemur allt sem við höfum einhvern veginn lagt í sölunar og það springur út þarna. Stundum virkar það ekki og stundum lendir maður því að bara senan er ekki að virka, hún kannski virka á æfingu en virkar ekki þarna og þá þarf maður að fá tíma til að laga það og eitthvað. En tempóið í tökum er yfirleitt bara svo klikkað. Maður hefur svo lítinn tíma til að bregðast við á setti að maður verður að vera búin að tala allt út áður og byrjar í tökum. Er það ekki líka bara því að þú ert að byrja að taka upp, þetta kostar mikið pening? Jú, þetta snýst bara um það. Og schedulið er svo ógeðslega nákvæmt. Þú veist hvað þú færið nákvæmlega hvað marga mínútur í hverja senur í tökur þegar þú byrjar í tökum. Hvað er þetta langi tökudagar? Þegar þú byrjar að taka upp, er þetta 14 tíma dagar eða? Nei, sko, þetta er orðið 12 tímar og hefur verið 12 tímar eiginlega þangað til bara nýlega. Fyrirtæki sem ég er með, við erum með 10 tíma tökudaga og leggjum út bara gerum út að vera bara skjótið 10 tíma út í að þú heldur bara betri orku í lengra tökutímabilið þannig, sko. Ég er að fara í sumar í 75 daga shoot, að vinna 12 tíma dag í 75 daga í þessari stanslösu og því að þetta er svo mikið problem solving tímabil, þú ert bara að leysa vandamál allan tíman
og það svona þrótar því svolítið, sko. En mér svona dáhverð að þú ert handritshöfundur, leikstjóri og framleiðandi. Já. Framleiðandi? Já. Hvað gerir hann? Framleiðandinn í raun og veru höfuðið á öllu, þú veist, þetta aðilinn sem þú veist, hann fær handrit, ok, ég ætla að framleiða þessa mynd. Þannig að ég ber ábyrgð því að ráða fólk í lykilstöður, ég ber ábyrgð því að finna pening fyrir þetta, ég ber ábyrgð á því að fólki í lykilstöðunum vinni sína vinnu, finni tökust, þú veist, þú ert bara höfuðið sem delegatar jobbum á rétta fólkið og þú veist, þú tekur allar svona stórar executive ákvörðunir kringum verkefni. Ef að, sko, svo eru alls konar down the line fólk, þú veist, þarna kemur line producer sem... Hvað það mitt? Line producer svolítið sá sem heldur utan budgetið og að svara til framleiðandans, þannig að hann fær, þetta má kosta 40 milljónir, þannig að hann ber ábyrgð á því að þessa 40 milljónir dugi til að skjóta þetta, eða þú veist, þessa veislu sem þú ert að fara að gera. Svo byrjar náttúrulega díalógurinn á milli leikstjóra og line producers, já, ég ætla að skjóta þetta með krana og line producer, já, við erum ekki með peningi það og ég er búin að brjóta það niður og þú veist, það eru sko fullt af fólki sem brjóta niður handritinn, sumir eru að brjóta niður bara til að sjá hvað eru margir tökudagar, maður er alltaf með svona þumalputtareglu að reyna að skjóta vist og mikið að blaðsím á hverjum degi, en auðvitað ræst af því hvernig senur þetta eru, ef þetta er stórt bílslys, þú veist, þá bara ein sena á þeim degi, það er ekkert marga blaðsíður eitthvað þannig, og þú veist, þú þarft, sko, allt sem inn í ramma í bíómynd búið að tala alveg saman hvort það sé lítil skeið eða stórt hús eða bíl eða föt eða bakgrunnur eða hvað sem það búið að ræða það er búið að setja þetta á okkar skjal, það er búið að brjóta þetta niður, það er búið að gera kostnað, þú ert að standast kostnað, þetta endalaust, það fer ekkert inn í ramma af tilvílun. En hver hefur þá úrslita valdið? Eins og ef að þú ert framleiðandi sjálfur, þú ert að búa til einhverja bíómynd. Þú ert framleiðandi og þú ert líka leikstjóri og þú ert handritshöfundur. Leikstjóra hliðin þín kannski ekki alveg sama og framleiðandi hliðin þín. Nei, sko, ég svo heppinn, á þetta fyrirtæki með 4 öðrum. Það Glass River, eða ekki? Það Glass River. Og við erum alveg með skýra línur. Ég ekki framleiðandi sem að krönsa peninga, þannig að við höldum heilbrigðust sko sambandi þannig á milli. Ég þarf að debeita framleiðendunar. Bara... Hina sem sagt. Já, þú veist, sem eiga þetta með mér. Og því að þú veist, við verðum að vera sammála þú veist, ég segi, við verðum að gera þetta svona, já, þá ertu með minni pening þarna, þannig að þú þarf þá að finna út hvernig þú ætlar að spara þannig pening. Já, þú getur aldrei sagt bara, ég fá auka 10 milljónir. Nei. Það bara virkar ekki þannig. Það virkar ekki þannig. Þú ert bara með ákveðin pening til að gera verkefnið. Þannig að þú bara segir, ég verð að gera þetta svona, þá minkar bara peningur annars staðar. Það bara þannig. Peningarnir koma ekkert að himnum, sko. Nei, það kostar allt. Já, og því að þá við erum alltaf búin að vera í 2-3 ár að fjármagna verkefnið. Og svo bara komin tímapunktur, þú veist, þegar við komumst yfir eitthvað svona ákveðið mikla prósentur af fjármögnun, þá grínlætu við. Bara, herri, þetta komið, við getum farið að stað, höldum áfram, vonandi náu þessu en við getum klárað þetta með þetta budget. Þannig að... Já, ég skil þig. Þannig þið kannski áætli 100 milljónir eða eitthvað, kannski náu upp í 80. Við grínlætum, fyrum á stað og þú veist, ef þessar 20 koma, þá getum við gert eitthvað eða ekki gert það, eða þú veist, hvað sem... Eða látið þessu 80 duga eða eitthvað. Já, eða látið 80 duga. En hvernig virkar það til þess? Þegar þið eru að leita að fjármagni, að finna fjármagn. Já. Og eins og hérna á Íslandi, þú veist, minni markaður. Já. Og minni bransi, það kostur eða galli? Bæði. Já. Það getur stundur gott stundslæmt. Já. En hvar sækir hennar pening? Talið bara við Stöð 2 eða hvernig virkar þetta? Sko, gjör ólíkt eftir sjónvarpi, sjónvarseríum og bíómyndum. Hver munurinn? Bíómyndir byggjast aðalega upp á styrkjakerfum víðsvegar heimin og samframleiðslu. Sjónvarseríur byggjast á sölu og dreifingu á sjónvarsstöðvar út allan heim. Þú getur náð miklu meira fjármagni, miklu hraðar með gott sjónvarpsefni en bíóefni. Bíóefni miklu flóknara. Er það eitthvað starra dæmi eða? Já, bara út af því að þú bara með kaupendur sem kaupa sjónvarpsseríuna þína. Það er svo næs. Bíómyndir bara sýndar í bíó.
við erum ekki eins og í Ameríku, það sem sko bara framleiðandi sem á skriljónir og hann bara herði, ok, ég borga brúsan. Já, þú meina að það engin svona stúdíó hérna eins og Warner Brothers úti, Warner Brothers segir bara, að fá 100 milljónir, að það er náttúrulega ekki þannig á Íslandi. Nei, en ég veit að eins og í indie-geiranum í Bandaríkjunum, þá til eitthvað svona sem heitir Bond Companies, það eru sko fyrirtækin sem eiginlega innsigla þegar verið að fjármagna, að þá samið við svona Bond Company að tryggja það að þetta verkefni klárist. En það getur þá enda með því að þetta Bond Company eignast verkefnið ef eitthvað að fokast upp og þeir getur meira að tekið yfir verkefnin sko, sem algjörlega styrlað. Þannig að þetta svona flóknar að maður kannski gerir sig grein fyrir. Já, þetta er svona bakvinnslan. Já. En eins og til dæmis að því kannski hvar byrjar þetta? Eins og nú ert þú að fara að gera Svartir sandar. Jú, Svartir sandar. Svartir sandar, já. Sjónvarpssería. Já. Og eins og það verkefni til dæmis. Nú veit ég er ekki að fara að grilla út í sögurþráðin. Nei. En eins og með það, byrjar þetta bara eitthvað, færð þú kannski eitthvað hugmynd? Og svo segir bara við þína framleiðendur, herru, ef ekki gerir það. Og farið síðan og tala við, hvernig virkar það? Hvar byrjar þetta? Sko, Svartir sandar verkefni sem kemur utanfrá. Það koma bara 2 manneskjur til okkar, Aldís Amma og Ragnar Jónsson, lögreglumaður. Þau eru búin að vera að vinna einhverju hugmynd, koma inn til okkar, sýna okkur þetta. Ég og Andri sem eru svona creative hliðin, Andri Óttarsson á Glass River og svo eru við með Hörð, Abbi og Andra sem eru meira, Andri, 2 andrar í fyrirtækin. Þau eru meira svona fjárhags, sölu, markas, fjármögnunar hliðin. Andri tekur þetta svolítið og svona peningagaurin Nei, creative gaurin, hún líst vel á þetta, byrjar eitthvað svona að moka inn í þetta alls konar pælingum, sýnir mér þetta, ég verð algjörlega hugfanginn, bara þetta geggjað, ég elska bara atmóið í þessu og því að sko þetta sem sagt krimmaserja, en ég engin krimmafan og horfi ekki á krimmaserjur, en mér fannst vera eitthvað svona smá tækifæri í þessari hugmynd að geta gert krimmaserju eins og mér langar til að horfa á. Já, það gott það, þú veist að gera eitthvað sem langar til að horfa á sjálfur. Já, algjörlega. Og Aldís og Raggi voru einhvern til í þann dans, þannig að eftir þetta hnoð þá ákveðu ég, Raggi og Aldís að fara og skrifa handritið bara saman. Var þetta bara eitthvað vördskjal eða eitthvað? Já, þetta var bara lítið vördskjal, bara með lítilli hugmynd, en áður en það tekið, þá erum við alltaf svona, tökum við allar hugmyndir saman og við 5 og förum yfir það, sjáum kosti og galla, passar þetta inn í bara planið hjá okkur, hvenær getum við farið í framleiðslu, hvað tekur langa tíma að hérna fjármagna svona verkefni. Það er mjög næs að fjármagna krimmaserjur. Auðveldara. Það auðveldara, en þú veist, þetta samt búið að taka okkur 2 ár og það frekar stuttu tími og hérna, þannig að þá bara farið að stað. Að skrifa. Það sem við gerum fyrst áður við leggjum að staði það að við kynnum þetta fyrir íslensku stöðunar sem alltaf svona grunnkaupandi og hérna og þau koma með okkur inn í fjármögnuna, inn í hérna þróununa með pening. Þannig að við getum, það er bara einhver smá peningur og við sækjum inn í kvikmyndasjóð líka og þá eru komið smá pening til að borga laun svo allir getur farið að skrifa og við getum eitt einhverju tíma í það. Og það tók okkur, 1,5 ár að klára þá hringrás að klára handritið og koma þeim á þetta stig sem þau eru í dag og náum að fjármagna það á sama tíma. Þið eru 4 að skrifa handritið ekki? Nei, við erum 3. Andri var bara með okkur að móta svona heildarsöguna. Já, hann var ekki að skrifa sjálf handritið? Nei. Þannig þið eru 3 að skrifa? Já. Hvað verður það margir þættir? 8. 8 þættir? Já. Að því að erlendis, þá veit ég að í sjónvarpi þá eru þeir með svona, það einhver 1 showrunner. Já. Og hann með writer's room, bara herbyggi, kannski 5-6 handursögundar og ég svona sé hvernig ferðlega þar. Já. Þetta eitthvað svipa á Íslandi? Eða? Nei, við erum ekki alveg í þessu showrunners feeling ennþá og við kannski höfum ekki bolmagnið ennþá, þú veist, bara vantar meiri fjármagn inn í þróuna til að geta búið til þetta. Við erum með 4-5 handritsöfunda, svo eru bara 2 og 2, þú veist, þú tekur þessa þætti, þú tekur þessa þætti, en showrunnerinn svona með yfirsýnuna. En þeir hafa aðeins verið að gera þetta í RFK í einhverju mynd. Já, Baltasar og Sigurður Kjartansson. Já, það svona, það einhver þannig, ég get ekki alveg farið með það,
en Sigurjón hefur svona verið í þessari showrunnerstöðu og hefur verið með handritshöfunda með sér inn í herberginu og eitthvað. Myndirðu vilja sjá svona ferli á Íslandi? Já, algjörlega, þetta það sem að vaksa sér hraðast núna, það er svolítið síðan að gólfið, sjálf bara tökufólkið og ljósamenn og búningar og smink og allt þetta, það hefur þróast rosalega hratt á undanfarnum árum, við höfum verið mjög mikið erlenduverkefnum og það orðið óslega sterkt, við erum capable að gera geggjaðar hluti. Það sem satt svolítið á hakanum var þetta þróunarferli, en það núna að vaksa mjög hratt og við erum náttúrulega bara að slíta barskónum í sjómannsframleiðslu, Ófærð í raun og veru fyrsta stóra alþjóðlega serían okkar og svo erum við á fullu að reyna að svona fylgja því eftir þannig að það ógeðslega gaman að vera núna kvikmyndagerðarmaður í þessu þar sem þetta að blómstra en við höfum eftir að gera fullt af drasli og fullt af góðustöfi næstu árin Já, menn þurfa að prófa þess áfram. Algjörlega. En ok, þannig að þið eru 3 að skrifa þetta. Já. Og þannig að þið eru kannski ekki með þetta hefðbundna writers room. Nei. En hvernig skrifið þetta? Ég er farið að vita að þið eru 3. Já. Er það hittast 3? Eða skrifa þú eitthvað og hann skrifar eitthvað, hvernig, Ragnar? Jú, Ragnar, Aldís. Er þið að skrifa sér eitthvað lægi og svo tekið kannski mánaða fund? Þetta var mjög óhefðbundið. Við krönsum það sem heitir treatment saman inn í herbergi. Það sem við bara búum til í raun og veru sögun og struktúrin. Þegar það búið þá tók Raggi og gerði alveg bara svona treatment senu fyrir senu, bara skrifa það niður og svo braut ég það upp og ég lét Aldís taka ákveðin hluta, Ragga taka ákveðin hluta og ég ákveðin hluta og svo skrifa allir sikur á lægi og þetta ákveðin hluti úr hverjum þætti. Þetta er bara atriði? Já, þetta er bara senu. En við erum með mjög nákvæmt treatment á þessu stígi en svo bætist hellingu við þegar við byrjum að skrifa handritið og svo pakkaði ég þessu saman og þannig gerðum við alla þættina og svo núna í septembri fyrra þá var halvt ár frá því að við höfum farið í gegnum þetta og búin að fara í gegnum ferli með KMI og senda inn og laga og bæta og eitthvað að þá tók ég svona þetta shooting draft yfirferð þar sem ég fer bara ofan í handritin aftur og ég var í 3 mánuði bara að fara yfir senunar, stytta laga og þú veist bara svona lagfæra með þau öll og fleiri lesara að sem ég sendi á og þau voru að pinga og ég var að laga og þetta var geðveik vinna bara í 3 mánuði þangað til ég var komið með 800 sem ég var mjög comfortable með að fara og skjóta. Ok, Já. Þá önnur spurning. Já. Skrifar í final draft? Já. Ok. Nei, fyrirgefðu. Ég skrifaði feitin, heitir það. Hvað er það? Það bara frekar nýleitt forrit, já. Svipa á final draft? Ok. Eru þið samt öll 3 að skrifa í final draft? Eða í skilurðu? Í feitin, já. Eru þið öll að setja þetta upp sem í handriðsformi? Já. Ok. Það hljómar þess að þið kortleiki alla serínu strax? Já. Þannig að þið eruð ekki í rauninni þú byrjar ekkert bara að skrifa og svona sérðu hvert þetta fer eða hvert karakterinn vilja fara með þig. Nei, ekki þessu tilviki en það mjög misjæmt þessi verkefni hvernig við vinnum þetta Já, þú hefur stundum gert það? Já, ég hef farið alls konar leiðir. Hvað hentar þér best? Hvað finnst þér best? Mér finnst bara best að láta koma mér óvart í hverju verkefni og það gerist bara með mismundi samstagsaðilum. Ég og Biggi þegar við skrifum Lof mér að falla á Vonastræti gerðum það á mjög svipaðan hátt að við outlinuðum svona struktúr saman þar sem við sátum og bara, já, þetta gerist næst og þetta gerist næst og allt það. Skrifum handritið, fyrsta draftið á bara nokkru dögum, 3-4 dögum og þetta var svo vel og þá sátum við saman og það gerðum við, ég var stundum að leika senunar og eitthvað og hann að skrifa og eitthvað og svo tekum við bara rewrite þangað til, núna er það komið. Maður hefur ekki alveg þetta rewrite room í sjónvarpinu. Þú getur ekki rewritað 8 þætti 100 sinnum eins og gerir við bíómynd. Nei. Þannig að mér langar alltaf í sjónvarpinu að fá tíma til að grípa utan lokadraftið
að ég fái bara ógeðslega góðan tíma í að fara yfir það og því að það á endanum ég sem ber ábyrgð á því að yfirfæra handritið í bíó, í formið, í sjónvarpið. En þarna maður einhvern veginn að rýræta. Svo ég að þróa núna bíómynd með öðru strák, það sem við svona byrjum bara á þessu konsepti og fórum að vinna út frá konseptinu og vorum rosa mikið að leyfa karakterunum að fara með okkur inn í söguna. Og það búið að taka okkur 2 ár að ná að búa til sögur þessu. Það tekur tíma. Já, alveg bara svona, ok. Og við loksins komnið með fyrsta drafti, það bara vika síðan við klárum það og erum bara báðir ógeðslega sammála það, við þurfum að endurstruktúra þetta allt, en við vitum allan hver sagan núna. Það tekur tíma að finna það? Já, algjörlega. Þannig að það var í fyrsta sinn sem ég fer í að skrifa og vera ekki með söguna en vera með karakterina og vera með konseptið og einhvern veginn svona tónin og fílinn sem við erum að leita eftir, sko. Fílið, segir. En að þegar sjónvarp kannski, að því maður hefur heyrt það að sjónvarp miklu svona, það er svo mikil hraði í því. Það ótrúlega mikil hraði í öllu og þannig að þú þarft að vera bara ógeðslega agaður og svo eru svo margir út í að þar eru kaupendur og dreifingaraðilar og alls konar sem eru komin í fjármögnuna og þeir vilja vera með og geta kommentað, þannig að þetta bara komið punta, þannig að þetta bara svo ótrúlega niðurnelt allt saman, þannig að þú þarf bara að vera geðveikt agaður og skilvirkur og þannig að allir séu með á nótunum hvað sé að gerast. Þá meiri líkur á því að þú ert að gera bíómynd versus sjónvarpsþátt. Ef þú gerir bíómynd, þá getur kannski leyft leikurinn kannski að spinna eitthvað, fara aðeins svona off-script, en það kannski minna það í sjónvarpsþáttum. Sko, það náttúrulega bara mjög mikið það hjá mér almennt. Ég ger það líka alveg í sjónvarpi. Að spinna? Já. Ef þú leyfir leikurinn að spinna? Já, svona ég með svona ákveðna nálgun þegar við erum komin í senunar, það fer alveg eftir senunni en oft eiginlega allar senur stækka hjá mér á setti díalóglega, það verða lengri díalóglega og það getur gerst í alls konar formi, ég gæti komið og bara, ok, þetta æðislegt en nú skulum bara henda díalógnum og láta bara senuna snúist það að þú þarft að fá þér þetta vatn en hinn veit það eitrað og hann verður að stoppa þig. Mér sama hvernig þið gera, bara go. Já, þú meina það? Þannig að senan fjallaði það áður en það var einhver díalógur en mér finnst það bara glatar þessi díalógur en það hendum honum og bara leiðum mér að sjá hvað impulsin eitthvað segir. En það bara eitt, svo getur ég gert eitthvað allt annað næst, það bara... En þú ert ekki svo Tarantino, þú hefur heyrt það, hann segir bara, það bara breytir ekki orðið, sko. Nei, alls ekki. Annarkvort ég bara ekki nóg góður handritshöfundur til að geta skrifað svona frábæra díalóga sem hann gerir, eða þá að það mér finnst alltaf það mikilvægast öllu í díalógsinnum að hafa það organist og ég geri allt til þess eins mikið og ég get og því að sko tungumálið okkar erfitt, það mekanist tungumálið okkar. Bara næst þegar þú ferð í sturtu í world class, lokaðu augunum og hlusta á samtölunni kringu þig. Þetta eins og pathetic íslensk bíómynd. Maður fæ bara kjánar og það bara talar enginn svona, þetta bara vitleisa. Þannig að það það sem við erum að díla við. Við erum að díla við óslega erfitt tungumál í bíó. Finnst þér erfiðara en enska? Þú ert að meina það? Sko ég ekkert endilega vissum að ég myndi treysta mér í að henda mér í að gera enska bíómynd núna, en það eitthvað, já, menna, kannski það bara út í að við erum alveg vön því að heyra amerísku og hún ógeðslega lipur og hún ógeðslega næs og eitthvað, en og svo alltaf verið að tala þetta ofleikur, þetta ekki ofleikur og eitthvað, þetta náttúrulega líka bara smekksatriði hjá fólki, en við finnum alveg mun og leikstíl í sjónvarpi 1986 og í dag, það komnar allt aðra áherslur, en þú getur líka alveg farið til Ameríkur og farið til 1946 og 2006, það líka gjör ólíkur leikstíl, þannig að þetta náttúrulega það sem kannski við viljum svolítið í bíó og sjónvarpið, en svo viljum við líka gera verk það sem allt pínu weird og þá það allt í lagi, skilur við. En þetta snýst rosalega mikið fyrir mér að ég trúi því, að leikarinn trúi því að það sem hann að segja að hann meini það. Hann þarf ekki að segja það með einhverjum
andadráttum og geiflum. Ég þarf bara að trúa því að hann trúir því. Og þá er þetta komið. Já, en það hljóma ekki þetta einfalt. Þetta hljóma ekki þetta einfalt, en það getur verið rosalega löng leiðangar. Já, einmitt. Ég hef oft sagt til fólk að því að sömur segja, eins og við tökum bara Tarantino, því hann er svona fræg og kannski verið dialog. Og sömur segja, já, hann skrifur svo flott dialog, hann skrifur svo raunverulegt dialog. En það talar enginn svo Tarantino-karakter. Nei, ekki séns. Enginn. En þú trúir því að þessi karakter talar svona. Já. Þú trúir að tala bara um það. Já. Já, þetta er magna, sko. Þetta hefur breyst heldur mikið í Íslandi. Alveg rosalega mikið. Þú veist, hvernig finnst þér íslensk kvikmyndagerð verið í dag versus fyrir 20 árum? Hún er allt önnur, en við vorum að, þessi breytingar voru að byrja þá. Og ég man alveg eftir, svo veist, myndinni sem hristi mig og svo bara, hey, wow, ok, það er þetta að gera svona bí og það var 101 Reykjavík. Og svona, yes, þetta náði mér. Einhver svona borgarsaga og allir úrslega hipp og cool og voru ekki allir á eitthvað á einsoginu, sko. Og þannig að, já, þú veist, þetta hefur breyst rosalega mikið. Það er, þú veist, og það er ógeðslega gaman að vinna með kynslóðabilum í sjónvarpi og bíói og því að þú þarf líka að nálgast það. Sko, eldri kynslóðin, hún er formfastari og vill fara meira eftir handritun. Ég hef alveg verið með leikara sem bara það er bara mjög erfitt að hrista, þú veist, ef ég segi, hendum díalóginu, það er bara, Sumir eiga erfitt með að spinna? Já, og sumir eiga erfitt með að spinna. Og það er alveg komið oft leikurum á óvart bara að ég sé tilbúin að henda díalógnum, en er þá ekki sögutráðinu farin. En svo, ég er svo grófur í þessu, sko, að ég er martröð klipparans. Og því að ég, þú veist, er þessi gæði sem segir að continuity sé fyrir aumingja og þú veist, það er bara flæði og leikur, bara allt annað víkur fyrir mér. Og þannig að ég stundum tekið upp langan díalóg milli leikara og ég skipti vinkla og alls konar. Þetta er aldrei eins í neinni tökku. Þannig að klippan er bara hvað? Já, hann er bara finn út úr þessu. Þú bara, ég veit að þetta er, og það kemur alltaf einhver veisla út úr því, sko. En storyboardaru? Já, ég geri það þegar þetta er tæknilegs eðlis. Eitthvað svona, ef það er bílættingleikur eða eitthvað, hann myndur storyboarda? Ég myndi storyboarda það, bara allt sem er þungt í vöfum og ég veit að þegar ég er að segja fólkinu mínu hvernig ég sé þetta fyrir mér, að þá er langt best að geta bara, hérna er senan, hún er svona. Og en ég og Jói til dæmis, sem hefur skotið mest með mér, að við erum akkurat núna í þeim prósess. Ég er búin að brjóta niður, búin að setja í marga vikur yfir handritinu og búa til fallega Excel-skjalið mitt, þar sem allar mínar hugsanir fara inn sem ég ætla að muna, varandi hverja einustu senunu. Svo hitti ég tökumanni minn og ég segi við hann, herðu, mér langar að skjóta það svona, og hann bara, já, við getum gert það, en ef þú ætlar að skjóta það svona, þá þurfum við krana svona og svona. Og hann kannski gefur mér, en hvað við gerum bara þetta í staðinn, eða þá hann kemur miklu betri hugmynd en ég, eða hann elskar hugmyndunum mín og bara let's do it, þetta er geðveikt. Við fyrir gegnum hverja einustu senu svona og erum cirka saman. Er hann bara svona DP hjá þér? Hann er bara DP og við tölum allan tíman locationir og lýsingu og bara förum í gegnum allt og þetta virkar ógeðslega vel. Við erum orðinir svona, hann er svona hin eiginkona mín í lífinu og þannig að við erum orðinir það tengdir að við erum farin að skilja hvern annan svo ógeðslega vel. Það er svo næs að vera að vinna með honum. Ég var að vinna með öðru tökumanni fyrra og það var frábært líka, þú veist, auðvitað. Bara, ég elska alla tökumenn. En það er ógeðslega næst að byggja upp þetta samband og við erum bara svona, já, við skiljum hvern annan. Og við erum alltaf að íta okkur fram á einhverju hengju, sko. Ef að prófa þetta, ef að gera þetta. Já, þetta er bara eitt, sko, ekkert meira, eitthvað svona. En það er partur af þessu. Já, þetta er bara creative process, þetta má ekki vera ofvélrænt. Nei, alls ekki. Sko, þó að ég sé með þetta Excel-skjal og allar þessu upplýsingar og eitthvað, þá er það fyrst og fremst til að geta svarað spurningum sem kom á setti og kom í undirbúning, bara svona til að minna mig á hvað ég er að hugsa. Ég lít aldrei í þetta skjal þegar við erum komin á sett. Já, það ekki? Nei, þá er þetta bara komið einhvern veginn í beinin, við munum alltaf hvað við vorum að hugsa og þá verðum við að taka inn, er það ok, við vorum búin að gera ráð fyrir sól, en núna er snjókoma, hvernig leysum við það? Já, þá gerum við þetta bara svona, en þetta undirbýr mann
undir öll átökin, þannig að eins, þú veist, þeim meira sem ég undirbý mig, þeim betra finnst mér að sleppa tökunum og gera eitthvað svona, þú veist, eftir tilfinningunni. Já, meira svona kreatív dæmi. Já. En eins og með að lýsa atrið, lýsing. Já. Þú veist að stilla upp einhverju skoti. Já. Þú kannski með einhverju hugmynd. DP-in hefur með einhverju hugmynd. Já. Vinnur þú alltaf? Nei, við erum alltaf búin að ræða þetta, eða sko, svona í seinni myndum. Í Óróa þá hafði ég enga skoðun á lýsingu. Og ég bara svona, ég vil bara þennan feeling. Svo sá ég eftir þá mynd hvað lýsingin gerir mikið og ég bara svona, rosalega. Þetta svo beautiful tæki. Þannig að núna ég farin að nota það bara í narratífið, sko. Bara hér vil ég svona lýsing og svo. Þannig að það tökum við í þessum undirbúning. Við erum alveg bara 100% sammála hvernig við ætlum að lýsa þetta. Já, þeir eru meira sem búin að taka þennan slag. Já. Löngu hann að taka upp. Já. Þú það áhugavert. Já. Stundum, sko, ákveði lýsingu áður að sjá locationið, svo komum við locationið og býður ekki upp á þetta og þá þurfum við að finna upp okkur nýju. En þurfum þá að finna það bara upp á staðinu þegar þið takið upp eða þegar þið finnir locationið? Þegar við finnum locationið. Það er bara svona, já, ok, við getum ekki bombað inn morgunsólinni hérna. Hvað á að gera í staðinn? Bara lamp í hotninu og eitthvað. Málið. En eins og með linsur og eitthvað svona tæknidót sem fylgir kamerum, ert þú eitthvað mikið inn í því eða leyfir þú bara honum að sjá það? Nei, við ræðum það allt saman. Ég sýnunum einhverja ramma úr einhverju bíómyndum, bara ég elska bókið hvaða linsa er þetta, hvernig fáum við þennan feeling, bla bla bla. Og með tímanum hef ég lært þetta og þannig að núna erum við bara farnir að tala bara linsu heiti og ég bara, já, ég vil þú veist, Hawk, anamorphic linsur. Ég var mjög mikið til að vinna mikið í víðum linsum eða whatever, hvað sem dílokkurinn er. Eða ég vil fá sama feeling og ég sá í ET-myndinni. Já, það er nú Panavision. Já, við getum kannski það ekki, það er svo dýrt. Og þá reynum við að finna eitthvað sem er líkt eða hvað sem það er. En það er hann eða, hvað er Jói? Já. En það er sannst hann eða, er ekki svolítið vinnan hans? Að vita allt þetta, alla linsunar og allt það. Jú, hann er algjörlega bara með þetta. Hann er kamerunördið. Hann er kamerunördið, algjörlega. Og hann, stundum, við höfum alveg tekið rimmur á setti, þegar við erum ekki sammála og ein setning mjög falleg úr Óróa sem hann fleigði síðan á mig, þetta er þín fucking bíómynd. Var það ekki sammála? Nei, við vorum ekki svo. Nei, hann skildi ekki hvað ég var að meina. En það er alltaf það. Ég hef oft lent í því að vera á setti og bara enginn skilur mig. Bara, ok, en bara gerum þetta. En jú, þú veist, hann verður að sjá til þess að hann sé með, þú veist, lausnir. Og því ég er ekki, ég hef reyndi alveg lært það í gegnum, þú veist, tíman, hverja afmarkanir kamerunar eru. Þú veist, þú sérði eitthvað fyrir þér bara, ég veit ekki hvað slæma dæmi ég á að nefna. Þú bara sérði fyrir personu og þú vil sjá flugeldasýningu fyrir ofan hann á sama tíma, en á sama tíma viltu sjá sjóin. Þetta er ekki dæmi, sko, frá mér, en þá veit ég að annarkvort verð ég að vera með það víðalinsu að ég sjáu bæði í sjónu heiminin, en ef ég vilja verið þrönguskoti þá verð ég að vera með low angle til að sjá flugvöldasýninguna eða high angle, þannig að þegar maður er að lenda í þessu dilemmu við sjálfan sig að ég vil sjá þetta í rammanum en það er ekki hægt nema að gera þetta eða þetta. Þar, þegar við byrjum okkar samband þá var Jói alltaf að leiða mig gegnum þetta, sko. Ég var alltaf bara, já, auðvitað, ég verð að einmitt. Já, þú getur ekki skotið þetta, annars verður að færa hana vegg. Einmitt. Alltaf einhver vandamál að koma upp. Já. En eins og með, ég veist að þú séð leikstöra pör, kannski bræður eða vinir eða eitthvað sem leikstöra saman. Já. Og það virðist stundum vera þannig að annar leiksturinn er kannski meira svona í tæknileginni, kameru, lýsingu, stundum skotum. Svo er hinn kannski aðeins meira að vinna með leikurum. Já. Myndur þú segja að þú er kannski meira þar eða hvar myndur þú segja að þinn styrkleiki væri sem leikstjóri? Bara 100% með leikurum. Já, þú ert frekar þar? Já, það er alveg bara, það er ástríðan. Já. Og það er líka þessuna sem við vitum að við viljum undirbúkur vel og því að við viljum helst ekkert þurfa að tala mjög mikið saman þegar við erum komin að sett. Ég er bara algjörlega sokkin ofan í söguna og leikarana, allan tíman. Og og þannig líður okkur best, sko. Þá erum við að gera þetta hárrétt, sko. En auðvitað, alltaf einhver díalógur og eitthvað. Og það er alveg sama hversu vel þú undirbýr þig.
það gengur aldrei neitt upp, sko, sem þú ætlaðir að gera. Nei, menn, er þetta ekki bara þannig bransi? Jú. Ég nefnilega fekk spurningu frá konunum daginn og hún sagði, akkur er allt í steik hjá okkur? og ég sagði bara, það er kvikmyndagerð. Já, það ekki. Jú, þetta er bara partur af kvikmyndagerðinni. Það er allt í steik þangað til þú horfir á myndina í sjónvarpi, sko. Það er bara... Það er ógeðslega að fyndi svo. That's the job. En að því þú er búin að gera bíómyndir og þætti, Já. Er mikill munur á, eins og bara með að stilla upp skoti, ertu að gera þetta eitthvað öðruvísi, eða? Sko, maður fær í raun og veru, eða sko, ég hef notið þeirra forréttinda að bíómyndina mínar, sérstaklega Vonarstræti og Lof mér að falla, fengu mikið nostur, þú veist, og kannski sérstaklega Lof mér að falla, við nostruðum og vorum að skjóta færri blaðsíður á daga en í sjónvarpi. Fyrst lengri tíma í rauninni? Já, þú veist, samt ég er að fara í 75. sjút í sjónvarpsseríu núna, Lof mér að falla var skotin á 37 dögum, en ég er náttúrulega bara að skjóta 100 blaðsíður í Lof mér að falla, á meðan ég er að skjóta 350 blaðsíður. Þannig að ef þú tekur svona per dag, þá var ég kannski að vinna helmingi hægar í Lof mér að falla en ég er að vinna í seríunni. En svo, þú veist, svo gerði ég seríu fyrir nokkrum ár síðan sem heitir Case. Hún var skotin á 53 dögum og þetta voru 9 þættir og alltaf því ég segi útlendingum frá þessu, hvað við skutum að stuttum með það, þá var alltaf hlegið fyrst. Bara, einmitt, bara nei, í alvörinni, við gerðum þetta svona. Og nei, það er ekki hægt. Það er ekki fysiskt hægt. Hvað voru þeirra búist? 100 dögum eða hvað? Já, það er miklu, bara svona eins og við erum að gera núna, 75 til 120 dagar er miklu eðlilegri tími á þannig sjónvarpsseríu, sko. Ég held að ófærð hafi alltaf verið kring frá svona 90 til 120 dagar, sko. Já, það er líka, ég meina, sú sería eins og fyrsta, kostaði hún ekki alveg miljard? Var þetta ekki fyrsta íslenska sjónvarpssería? Jú, það var eitthvað svoleiðis, sko. Kostaði miljard. En svo kostnaði við svona verkefni. Já. Þú veist, ég veit ekki hvort þú megir segja eða hvernig það virkar, en þú gerir Óróa, þú gerir Vonarstræti og svo Lof mér að falla. Já. Þú veist, er kostnaðan að þrefaldast, eða er þetta það svipa, eða? Nei, ég hafði sko þreföldun frá Óróa í Lof mér að falla. Já, ok. Og Vonarstræti einhverstaðar þannig að mitt á milli, sko. En þetta er alveg, þetta eru margar milljónir, ekki? Jú, sko, mér minnir að Órói hafi kostað 90 milljónir. Já, hún er alveg það dýr. Já. Þetta er, ég held að þetta er miklu dýrar en fólk gerir sér grein fyrir, sko. Já, eflaust. Af því að ef maður horfir á Óróa, þú veist, það er ekki einar tæknibrellur beint, það er ekkert eitthvað sem að virka rosa dýrt. Nei, sko, það sem ræður yfirleitt mestu varðandi, sko, verkefni er tími og mannskapur. Að borga öllu krúinu og kastinu. Þannig að, þú veist, þegar fólk er að tala dýrar seríur, þú veist, já, auðvitað er miklu dýrar að gera perióduseríu, þar sem, þú veist, þú getur ekki farið og skotið fyrir framan hörpu út í að það er bara húsi stendur, að það er bara hvert einasta hús sem sést, þú þarft að smíða það. En þá er líka meiri mannskapur og meiri tími, meiri undirbúningur, þannig að það helst svolítið bara í hendur, það er bara flækjustíð, hvaða býr til vinnu fyrir marga í hvað langan tíma. Það er svona, svo er náttúrulega geta verið VFX heavy seríur og þá er rosalega mikil eftirvinnsla, en það er líka bara mannskapur og tími. Þannig að það er það sem kannski ræður helst hvað seríur og bara hvað efnið er dýrt, sko. En eins og, nú ert þú í rauninni búin að gera 3 bíómyndir, einhverja seríur, það hlýtur að vera auðveldar fyrir þig þegar þú fyrir eitthvað verkefni, að þú komið eitthvað nafn, þú komið reynslu, að biðja meiri pening. Er það ekki? Jú, og kannski bara maður finnur fyrir trausti og allt það, sko. En þetta er samt ekkit eitthvað bara, herri, nú ætla ég að gera bíómynd, já, taktu peningana mína. 100 milljónir. Já, það er alls ekki þannig, sko. Er þetta alltaf slagur? Já. Þetta er alveg sama þú sést búin að gera. Já. Ég fæ aðeins þá alveg nei frá kvikmyndamiðstöð ef þeim finnst ekkit ég verið að gera, vinna vinnuna mína vel, sko. Þannig að... Já, það er þannig. Já. Ég var veltað verið með því að ég fengi 2 tímin sem eru bara nýs útskrifaðar og námi. Já. Ég er búin að gera eitthvað stuttmyndir. Eins og fyrir svona gæja, þeir bara, ég vil gera feature length mynd. Þú veist, hvert fara þeir? Er mikill stuðningur við svona unga,
eða þetta meira að fara til Balta og þín og Ragnar Braga og svona, skilur hvað við? Já, sko. Þekkir það eitthvað? Það eru alls konar leiðir inn í þetta. Leiðin sem ég fór var að finna framleiðendur, sem ég fann og þeir einhvern veginn fengu óbilandi trú á mér. Og ég sótt framleiðslustyrk fyrir stuttmynd, mér minnir í 3 ár sem ég fekk alltaf nei á. Bara, hún var bara flókin og dýr og þau voru alltaf að segja mig þetta einfalda hlutina og ég var einhverju, sálarkreppu með þetta og vildi ekki einfalda hlutina. Endaði með því að ég gerði nýtt handrit, miklu styttra, miklu einfaldara, fékk styrk og það var ánægja með myndina. Og þá var ákveðið að taka skrefið að skrifa handrit í fyllulengd sem var órói. Við fengum nei við framleiðslustyrknum, en við fengum áheyrn frá kvikmyndamiðstöð sem endaði með jái og bara gáði mér séns. En ég var búinn að vera að senda styrktar umsóknir inn í kvikmyndamiðstöð í 9 ár. Þangað til ég fékk þetta já. En þetta sér maður ekki? Nei, þetta sér maður ekki. Maður sér bara að Baldvin að gera hérna óróa. Já, allt gengur vel. Og maður bara byrja, þetta er ekkert mál. Þetta er svo alveg gríðarlega vinna. Já. En þú þurftir að ráðleggja þá svona ungum kvikmyndagerðarmönnum í dag, sem vilja gera, kannski búin að gera eitthvað 2-3 stuttmyndir, vilja gera eitthvað meira. Já. Er það bara hark í 9 ár, bara senda umsókn? Nei, sko, það er alveg algjörlega að finna aðila sem er til í að vinna með þeim stuttmynd sem er styrt af kvikmyndamiðstöð og fari gegnum það kerfi. Fá þann stimpil, komast á hátíðir með hana, og bara fá svona smá confident frá aðilum eins og kvikmyndamiðstöð að þú sért komin til að vera, að þú gefist ekki upp, út í að það fá allir, þetta er ekkert gefið. Auðvitað getur bara komið handrit og bara dundrað inn og það bara, allt virkar, sko. Og svo bara hang in there, sko, halda áfram. Þetta er bara svo mikið hark. Þetta er ógeðislega mikið hark. Ég var að gera auglýsingar til að bara eiga mjólk í ískápinn, sko, og var með mitt eigið svona lítið fyrirtæki og var einhvern veginn svona að reyna að undirbjóða stóru fyrirtækin og stela þeim auglýsingum til að draga andan á meðan ég var að reyna að koma þessari bíómynd á koppinn. Fékk ógeðslega lítið borgað fyrir þessa bíómynd, fyrstu bíómyndina mína. En díllinn var bara að ég myndi fá vel borgaði, ég gerði númer 2 og það stóðust og við gerðum samkomulag 3 bíómyndir á sínum tíma, og það var alltaf bara þægilegur að gera hverja bíómynd, en svo bara kemst maður á þann stað að maður vill eiga sín eigin verk og þá langaði mig að stofna mitt eigin fyrirtæki og við vorum bara nokkur sem vorum sammála því að það var komin tíma okkur öll að stofna okkur eigin fyrirtæki, sko. Gerur ekkert í daganum í gegnum Glassriver? Bara Glassriver. Af því þú átt alltaf hluti í því? Já. Já, þetta er mjög áhugavert. En við erum líka mjög duglega að vinna með nýju fólki, og erum við vorum alveg ótrúlega duglega síðast ári. Við framleiddum 5 sjónvarpsseríur, nokkra svona non-scripted þætti sem er ekki leikið efni. Eins og Líf í Dafna til dæmis. Já. Og erum, í ár að fara í 4 til 5 sjónvarpsseríur aftur og fullt af öðru efni og erum bara að byggja upp fyrirtæki sem er algjörlega komin til að vera og ætlum að vera góður svona bakhjarl fyrir kvikmyndagerðarfólk á Íslandi, sko. Já, þið er alveg með þannig markmið. Já, bara absolutt. Að styðja kannski þá líka við eitthvað svona ferska nýja unga sem kom inn og... Já, við skoðum saman öll verkefni, tökum, bara atkvæðingarritla hjá 5 manneskjum, bara vilju þetta eða vilju þetta ekki. Það er bara já og nei. Það er bara já og nei. Þetta er samt alveg orðið þannig að við erum með svo mikið af pitsum og sögum að það tekur ykkur orðið nokkra vikur að komast í gegnum þetta og því að það er náttúrulega bara bilað að gera og allt það. En við svörum öllum
Og við höfum framleitt nokkur verkefni svo Jarðarförin mín sem var búið að vera að reyna að koma á stað í 10 ár og við komum inn í það og bara kýldum það í gegn. Það eitthvað annað svona verkefni sem var búið að, já, til dæmis, við erum núna í samvinnu við Vesturport að fara að gera seríum ævi Vigdísar. Já, einmitt, ég sá það. Já, en það verkefni sem við líka búið verið mörg ár og var bíómynd við lengi. En við ákveðum að fara í sjónvarpsseríu með þeim og það komið á fullt. En hvernig það? Ég meina, getur hver sem bara sendt ykkur e-mail? Hreinu pitch? Já, og ætlum meira þess að á endanum að sitja bara á heimasíðun okkar bara svona litlar upplýsingar sem við getum sendt inn hugmynd bara og svo bara teka smá tíma við núrði og við svörum öllum og ég hét því þegar, og ég heiti 3 árum að senda e-mail á framleiðendur sem lásu aldrei handritin mín að ég ætlaði að svara öllum sem myndu senda mér eitthvað. Ég veit alveg, ég búin að klúðra því fyrir löngu og því að ég bara svo mikill óreiðusekkur í e-maili og samskiptum. En en við leggjum okkur allan fram við að svara öllum eins og við getum. Það hvetja fólk til að senda ykkur það? Ekkert lengur. Nei, þið þurfa þess ekki. Nei, en við vorum alveg á höttunum að finna okkur talenta og fólk og erum alltaf að því að finna talenta, ekki spurning. En eins og með minnir að þið hafi gert Júragarðin. Já. Ég veist það frábær serið. Já, frábært. Það stutt sér í klára hana, nýbúin að fá með stöttu marathon eða stöttu plus. Já. Og var heldur gæðan að fara í gegnum hana. Já. En eins og með þá seríu, þú leikstir henni ekki. Nei. Þú ert vantilega það einn á framleiðandunum. Já. Hversu mikið ert með puttan í svona seríu? Það mjög misjæmt. Ég var aðeins involveraður bara svona á lokastigum handritsins með Arnóri. Ég náttúrulega Arnór erum leikstjóri, erum búin að vinna saman og þekkjast lengi og ég gerði með honum Hægosa sem var fyrsta stöfið sem hann gerði og sem náttúrulega bara eitthvað svona kraftaverk í Ölpunum þetta verkefni sko, því að þetta útskriftarverkefni hans úr kvikmyndaskóla og ég var með eitthvað skúffufyrirtæki upp í Kópavogi sem hafði ekki gert neitt og hann spurði hvort að ég vildi framleiða þetta með honum og ég bara, já, hafði aldrei framleitt neitt áður og við seldum þetta inn á Skjá 1 og gerðum þetta í 3 ár sem alveg bara lygileg saga sko, lifðum á þessu í 3 ár. Já, þetta voru 3 seríur, ekki? Þetta voru 3 seríur. Ógeðslega skemmtilegt sko, en það var aðalega það og svo bara þegar þetta komið á svona lokasbrettin í klippi og eitthvað þannig en ég ekkert eitthvað unni að telja peninga og eitthvað, ég oft í Þú ert ekki á settinu? Já, maður fer alveg á sett og nei, ég ekkert að, alls ekki að skipta mér hann einu sko, bara gríp inni þegar þarf að gríp inni og styðja þegar þarf að styðja sko. Það líka sem með lífið dafnar, því ég horfð það með kæristunni. Já. Mjög skemmtilega líka. Já. Nýbúin einhvers barn. Já, einmitt, algjörlega. Það passa vel við núna. Já. En eins og með þannig þætti, þeir eru ekki skrifaðir. Nei. Ekki beint, ég meina þetta svona viðtöl og svona. Já. Ertu þá eitthvað meira með puttanir því, minna, þetta bara svipa? Jafnvel minna, sko. En það ég mikið í byrjun þegar við erum að koma verkefninu stað og eitthvað og svo bara það komin í hendurinn á því fólki sem að fara að vinna þetta og svo erum við með fólk hjá okkur innanhús sem fylgir því meira eftir og að uppdata okkur. Við gætum ekki verið inn í öllu, sko. Það bara ekki hægt. Hvað vinna margir á Glassriver? Ég heldur sem 9 sem vinna það núna. Og svo notur bara eitthvað verktaka eitthvað svoleiðis? Já. Það eru 9 bara fastaranir starfsmenn. Já. Ég verð að spyrja þetta eitt. Og ég sem ekki svona genre-gur. Horror, sci-fi, allt þetta, vestrar, fantasíu. Af hverju erum við, Íslendingar, ekki að framlega meira á svona dóti? Genre? Já. Þetta eru vinsælustu myndir í heimi. Já, þetta fín spurning. Þú veist ekki með svarið? Nei. Ég hugsaði með mig, ég að fá Baldvin, hann lítur ekki að svara með þessu. Nei, já, ég veit það ekki. Við náttúrulega... Við erum svo föst í drama. Já, við erum náttúrulega ofurraunsæðisfólk, sko. Já, og kannski eitthvað grín. Já. En það svo sé ekkert neitt mikið þar hann á milli. Við erum kannski aðeins farin í krimmana. Já. En ég var alveg til að fá horrorserju. Já. Skilurðu? Já, horrorbíómynd. Já. Eitthvað cool sci-fi. Þetta þarf ekkert alltaf að kosta handlegg. Nei, en sko, Katla að koma
það er sci-fi sería. Þannig að... Það er sci-fi? Já. Það er spennandi. Ok, ég er að fá það eina seríu. Já, þú ert að fá eina seríu. Við erum með í pípunum en löng þróun framundan í raun og veru eina sci-fi seríu og eina svona jú, það er í raun og veru skilgreiðsinn sci-fi, svona near future svona disaster einhver sería, sko. Ok, það er alltaf eitthvað aðeins öðruvísi. Já. Að því mér var hugst, ég veit ekki hvort þú sé mynd sem heitir Time Crimes, hún er spænsk. Nei, ekki síðan. Þetta er svona time travel mynd. Já. Æðisleg mynd. En ég held að sé 4 leikarar í henni og það er eitthvað svona, engar tæknibrellur, þannig séð. Nei. Það er úrslega sniðu mynd. Þannig ég hugsa alltaf með mér, af hverju erum við ekki að prófa eitthvað svona? Já, þetta er bara... Þetta er bara markaður, er engin eftirspurn eða? Að ég trúi því ekki. Nei, ég meina, þú veist, þessar skandinavisku horrormyndir sem hafa verið gerðar hafa náttúrulega gjörsamlega sigrað heiminn margar. Mjög vandaðar og flottar myndir. Og bara ég held að eins og besta vampírumyndin sem ég man, sænska vampírumyndin Let the Right One In. Já, sem var bara algjörlega sturluð. Æðisleg mynd. Já, en sko þetta er mjög erfið handritagerð. Að hvað liði? Bara það þarf bara að gera þetta svo vel. Þú kemst ekki upp með neitt eitthvað humbug í þessu, sko. Þú veist, sko... Viltu meina þetta sé erfiðara? Ég vil meina það, sko, að skrifa góða hryllingsmynd er bara þeimun erfiðara, sko. Heldur en drama? Já, því að þú veist, það er svo auðvelt að tengja okkur inn í einhvern veginn svona raunverulegt drama og svo mikið af því í kringum okkur. Þarna ertu að skalda og fara einhverja svona aðra leiðir og svo bara er stílirsýningin og svo allt önnur og þú veist, þetta eru alls konar pælingar, ég veit það ekki, kannski bara þú veist, hvaða íslensku hryllingsmyndir hafa verið gerðar? Það var gerð Reykjavík Whale Watching Massacre. Já, sem... Það hefur verið svona ein og ein, ég man þig, það var draugamynd, já, áttuna þessu. Þannig að ég er ekki að segja við sem ég framlega neitt af þessu, en mér er svo skrítið að sé ekki aðeins meira, því í dag eru farnar að koma svo margar íslenska bíómyndir. Já, algjörlega. Á hverju ári, ok, COVID er enda búin að vera svolítið leðilegt og eða líka, en þetta er ekkert þess að þetta var fyrir 20 árum. Nei. Eða 25 árum, það var kannski að koma ein íslensk mynd og það þótti voða spennandi. Já. Núna er að koma miklu fleiri. Miklu fleiri. Og það er náttúrulega algjörlega tæknin sem hefur breytt öllu, þú veist, þetta er orðið miklu auðveldara að búa til bíó og ég er óslega ánægður að sjá allar þessar svona indie myndir, má segja, þó að við séum indie framleiðsla á Íslandi, að þá eru myndirina sem eru ekki styrtar af kerfinu og eru gerða bara af ungu kvikmyndagerðarfólki sem bara fer og gerir bíó. Og mér finnst það bara stórkostlegt. Það er frábær þróun, en já, ég er alveg sammálaður, það væri gaman að fá meira sjanraefni frá Íslandi, það er ekki spurning. Ég held að við getum alveg gert það. Já, klárlega. En ég fór bara að velta fyrir mig að þú ert framleiðslu fyrirtæki. Þegar þið fá inn einhver umsóknir, alveg örugglega eitthvað horror eða eitthvað. Já. Ég var bara að pæla, er eitthvað svona fordómar? Er bara svona, þetta er bara drasl? Nei, ég er alltaf sjúklega spenntur þegar við fáum horror. Og en þá, ég veit að ég sitt bara sko trilltar kröfur á það, sko. Að það sé geggjastöf. Maður er alltaf að bíða eftir einhverju neglu, einhverju svona Sixth Sense neglu. En finnst þú skildið nefna hana? Já. Af því að það er rosalega mikið svona dramamynd. Það er dramamynd með einhverju svona smá draugum í. Smá draugum. Já. En einhver svona hardcore bara, einhver varúlamynd eða djöflar eða... Já, þú veist, ef þú færið, sko, enn og aftur, Let the Right One In, það er líka dramamynd og ástasaga. Reyndar. En þú veist, þær eru vampírur og þú kaupir það 100% og þetta er svo vel skrifað og vel gert. Já. Ég veit ekki, ég reynda var fyrsta verkefni sem ég kom nálægt á Íslandi var Reykjavík Whale Watching Massacre. Ég gerði making of it. Já, varst eitthvað verið þeirri mynd? Já, sömu framleiðendur sem framleiðu hana og Júli Kemp leikstýrðinni og hann framleiði mína myndir. Þannig að ég er bara nýfluttur í Íslands og fæ bara það hlutverk að dokumenta
Reykjavík Whale Watching Massacre, þannig að ég tek öll viðtölin við leikarana og er þarna baksviðs og kynnist bara eiginlega fyrsta sinn kvikmyndagerðar fólki á Íslandi gegnum það verkefni og þar fólk sem var að vinna þar sem ennþá að vinna með mér í dag sem var bara svo skemmtilegt. Það þetta ekki, þetta ekki alveg, þetta alveg nokkra ára gömul mynd? 2008. 2008? Já, hún gerði þá. En eins og þú sjálfur, þegar þú horfir á bíómyndir, já. Hvað fílar þú? Ég fíla í raun og veru bara, góð saga, sko. Ég, nú væri gaman að geta gert eitthvað svona, gefið dæmi. Og því að, ég get alveg hort á, ég horf á sjanramyndir, með þar frábærar. En ég mjög fljótur að slökkva. Þetta drasl? Já. Ég man ekkert eftir að ég hafa einhvern tíðan slökkt eitthvað og svo bara hef ég heyrt utan á mér þetta var meistaraverk. Ok, ég slökkti það svo snemma. Það yfirleitt fyrir eitthvað auðvelt að spotta svona drasl. Og þetta líka bara út í að úrvalið og svo ógeðslega mikið og maður svo ógeðslega kröfuharður út í að ég horfi á hverju einasta kvöldi á eitthvað. Okay. Og ég klára yfirleitt seríur á bara 1-2 kvöldum, sko. Ertu meiri seríum heldur en bíómyndum? Hef verið að upp á síðkastið hort mikið af seríum sem kannski bara út af því úrvalið hefur verið meira en ég reyni að horfa á allar bíómyndir sem vekja áhuga minn. Mér finnst gaman að finna ég hef gaman að ég að horfa núna sænska þætti á RÚV sem heitir Gösta eftir Lukas Moodysson sem alveg, mér finnst það alveg brilljant sería einhvern barnasálfræðing sem býr í einhverju kofa út í sveit og hann ógeðslega góður við alla og hann svo góður að hann lætur allt bitna á sjálfum sér einhvern veginn og þetta bara Lukas Moodysson í essinu sínu, þetta eiginlega gaman þættir en mjög skrýtnir. Ég held að svona já. Ef ég kemur til þess með, ég myndi segja þig, ég meina geggjaða mynd. Já. Hún frá Indonésiu. Þetta slagsmálmynd, geggjuð hasamynd. Já. Eða ég með myndina frá Noregi, fjallar mann sem missir konuna sína og eitthvað svona drama. Já. Þú veist, hvort myndir þú grípa? Og við erum að tala gæðin væru mjög há. Á báði. Já, þetta eru góða myndir. Já, ég held að myndi kýla á báðan myndinar, sko. Þú þyrftir að velja fyrst. Já. Allir, ég myndi ekki horfa örugglega á norsku, ég náttúrulega algjör drama fíkill, sko. En þú gerir alltaf svona þannig myndir. Já, ég veit það. En ég samt að koma með seríu núna í apríl sem ég skaut í fyrra, heitir Vegferð, 6 þátta sería bara 2 vini sem fara í smá rúnd Vestfirði og þetta svona male bonding mynd. Er þetta grín eða er þetta meira drama? Þetta allavega það sem kemst næst til að vera fyndið frá mér. Sorry, Böndun, ég bara pæla hvort þessum... Nei, góðum tíma. Já. Ég líka missir af fundinu þínum. Já, sorry, ekki mál. Já, að... já, hún er alveg fyndin, sko. Mér finnst hún alveg fyndin. Það er alveg svona undirtónn í henni, mjög sterkur. En hún hún fjallar svolítið mikið kallmennsku á skemmtilegan hátt. Og finnst þetta að vera öðruvísi sem þú hefur að gera? Allt öðruvísi. Að hvað liti? Af því þetta svo kannski sem er húmor eða... Já, og svo bara var stíllinn ég ákvaða bara að fara í allt aðra átt en ég hefur að gera. Og svo tala bara útlitið? Útlitið og bara hvernig ég að útfæra senur og annað. Og mér finnst þetta mjög skemmtilegt út í að þetta svona Ólafur Darri og Víkingur Kristjáns leika í raun og veru sjálfan sig í seríunni og fara í þetta ferðalag saman og þeir eru að tala sig og eitthvað en hún er mjög cinematísk serían, þannig að hún er ekki svona eins og klón eða svona það sem þú fær svolítið docu-feelingin á þetta, hún er bara mjög bíóleg serían og hún er sitt eigið skrimsli. Þú ert aldrei öruggur með hvert söguþráðurinn fer. Hún tekur alltaf og bara kippir undan þér fótunum á skrýttinsi stundum og þú ert bara
what? Já, þú heldur að þetta sé að fara að gerast, en þá gerist eitthvað allt annað eitthvað. Ertu þannig það? Já, og líka bara, þú átt örugglega eftir að spyrja nokkur sinnum bara, á hvað er ég að horfa? Er þetta eitthvað steipa? Nei, þetta er ekki steipa, sko, það er nefnilega málið. Og hún er bara mjög fín, hárfín ádeila, sko. Á þá eitthvað svona male-bonding og kallmennsku og eitthvað? Já, bara, ég ætla eiginlega... Þú vilt ekki segja meira? Ég vil ekki segja, sko. Það er bara gaman fyrir fólk að horfa á þetta, sko. Og hvenær kemur hún, séru? Hún verður frumsýndu páskan á Stöð 2. Ok, þannig að ég geti séð þetta á marathoninu. Heldur betur. Það er Stöð 2+. Já. Ég er spenntur. Já. En hvað finnst þér einkenna góðan leikstjóra? Það er spurning. Vá. Ég er að grilla það smá. Já, algjörlega. Sko, ef ég horfi á þá leikstjóra sem ég fíla mest, sko, ok, með eitt bara mjög skrítið. Góður leikstjóri skilar af sér verki sem er tímalaust. Það er samt ekki auðvelt. Nei, ég veit það. En, þú veist, ef þú horfir á, ef við tökum bara 80s, og þú tekur E.T., Back to the Future og bara svona nokkra myndir, þá er þetta allt myndir sem eldast ógeðslega vel. Sammála. En þú getur tekið sko risakategóri og hort og bara guðminn almáttur þvílíkt drast. En þetta var snilld á þeim tíma. Já, ég veit það. Þannig að, og ég er alltaf að fatta þetta meira og meira, sko, þú veist, sko, Robert Zemeckis er ekki einhver uppáhaldsleikstjóri minn, en það er alveg magnað hvað myndin hans eldast vel og hvað hann er góður leikstjóri. Þú veist, Forrest Gump, þú veist, farðu bænum, hvað er vel gert hjá honum, sko. En ef ég fyrir þessi leikstjóri sem ég fíla sem mest, eins og bara David Fincher, að horfa á Seven, hún er frá 94-5, það er svo mikið af drastli sem var gott þá, sem er drastli í dag á þessum tíma. En hún er ekkert eðlilega flott þessi mynd. Hún líka svona tímalust, þetta er bara masterpiece. Já, akkurat. Já. Og ég held að þetta... En af hverju? Hvað er svona gott við hana? Þú veist, ég veit ekki, það er bara þeir snert hann bara, það er einhver tónn og eitthvað, þú veist, hann er bara, hann er hugrekkur, hann er ógeðslega hugrekkur leikstjóri og ég veit ekki, þú veist, bara Fight Club, sko, og því að Usual Suspects eldist hræðilega. Af hverju finnst þið það? Meðast bara tónnin og fílið í henni, bara, þú sást bara, þetta er svo mikið 90s vella. En hérna... Ég er bara svo mikið 90s maður. Já, algjörlega. En sko, þú veist, sögutþráðurinn og Kaiser Söze og allt það er allt flott, en það er bara eitthvað í bara myndatökunni, tónlistinu og öllu sem bara eldist illa. En það gerir það ekki við Seven. Þetta eru myndir sem koma mjög nálægt hver annari með sama aðaleika, eða sama vondakallinum. Já, ég er ekki ósammálaður, sko, að einhver leiti. Nei, en þú veist, hún er frábær. Ég sko sýndi börnunum mínum daginn Usual Suspect og þau horfðu líka á Seven og þetta var alveg upplifun þeirra, bara, vá, hvað Seven er miklu, miklu flottari mynd. Já, þau sögðu það líka. Já. Og þau voru að sjá þetta í fyrsta skipti. Þau voru að sjá þetta í fyrsta skipti, sko. Þannig að það var engin tenging, ekkert svona nostalgídót. Nei. Og þau bara, Seven er miklu betur mynd. Miklu betur mynd. Og til að náttúrulega, sko, Usual Suspects gengur svo mikið út á hann snildarendir. Sko, Seven er bara snild í gegn. Náttúrulega með snildarendi, ekki spurning. En það er bara svo mikið annað í henni. Já, það er svo mikið annað í henni. Og bara öll uppbyggingin og bara hvernig þeir sitja Kevin Spacey inn í myndina á öðrum stöðum og allt allt útlit. Ég er búin að leika með það á Instagram. Já. Að búa til svona, ég er svo gana að búa til eitthvað svona geturunir eða eitthvað svona keppnir á milli mynda. Já. Hvað finnst þið betri eða eitthvað svona? Já. Og ég er að finna út svona, nú erum við svona stóra 90s keppni. Ok. Ég byrja á 80s og myndi sem vann þar, það var Die Hard. Já. Mér finnst það æðisleg mynd. Já, hún er frábær. Frábær. Já. En núna er 90s keppni í gangi og það byrjiði 128 myndir, ég hana aðeins svolítið stóra. Já. Mér er svo marga myndir góðar frá 90s. Já. Og ég ætla að spyrja þeim, ég hugsa á því síðan báðar. Fólk þurft að velja milli, Usual Suspects eða LA Confidential. Vá, nú hef ég ekki séð LA Confidential síðan ég sá hana fyrst. En manstu hvernig fannst þú þá? Já, mér fannst hún frábær. Já, ég myndi kjósa hana frekar. Já. Það er tilfinningi mín, núna. Frekar hún. Já. En svo líka, þú þurftur að velja milli, ég var smá kvikindi hana, þú þurftur að velja milli Seven og Fight Club. Já, ég myndi velja Seven. Bara ekki svona higg. Nei, ég er nýbúin að horfa á það báðar
og sko Fight Club er frábær en það er kannski líka bara tengt tilfinningunum því ég sá myndinu og þegar ég fór að sjá Seven þá vissi ég ekkert hvað ég var að fara að sjá ég vissi ekkert hvað David Fincher var, ég vissi ekki hvað Kevin Spacey var og maður var blown away það eru einhver örlítil eitthvað við Fight Club sem eldist ekki alveg nógu vel en samt við horfum á daginn og hún er alveg mindblowing, hún er geggjuð þessi mynd sko. En það var kannski bara þessi upphásáhrif þegar ég fór á Fight Club þá var ég með væntingar út af Seven þannig að ég skil þig, en svo er líka spurning að því að Fincher fór svolítið að leika sig með og mér minna hann ekki eftir Seven svolítið með kameruna hann fór kannski að fara eins og í Panic Room hann fann að fara ekki inn í skrá og þetta var bara eitthvað svona CGI skot og eitthvað það er eitthvað svona eins og kameruverkið í Fight Club eitthvað svona aðeins meira þar heldur en Seven það er spurning hvort það sé eitthvað svoleiðis sem er eldast ég held að það sé alveg bara ekki spurning að það er eitthvað svona touch sem hann fór eitthvað aðeins eðlilega, hann fór eitthvað aðeins út af sporinu hann var eitthvað að missa sig í ykkur hana frábært, bara meiri áttar sko og því að ég svo leit, Panic Room gerði ekkert mikið fyrir mig heldur sko ekki með heldur hvernig var þetta Zodiac? Mér það svona frábær já, ég fílaði hana hún er geggjuð, já. Hún er mjög góð Þannig að finnst sér einna sem þínum uppáhalds eða? Já, þetta eru svona hann, Paul Thomas Anderson svona fyrstu myndir ég er ekki ennþá búin að horfa á Phantom Thread á eftir að kíkja á hana Þú trefur honum sem leikstjóra? Já Ok, ég þarf að bera aðeins undir eitt undir Já Ég nefnilega elska Boogie Nights Já Mér finnst hún geðveik Já og mér finnst það svolítið áhuga leikstjóri að því ég er ekkert svaklega hrifin á hann Nei að því mér finnst Boogie Nights geggjuð ég bara, vá, þetta er svo skemmtileg mynd ef ég horf á Boogie Nights í dag, ég bara, vá mér finnst bara, hún bara flæði svo vel þetta er bara svo skemmtileg mynd svo gera Magnolia, Punch Drunk Love There Will Be Blood mér persónulega fannst bara svo leikstjórn það bara ákveði, næ, ég ætla ekki að gera neitt skemmtilegt aftur Þú veist, er ég ruglaður? Nei, ég skil það er alltaf annað tónn í þessum myndum ég elska þessar þrjálmyndir bara, og Magnolia er mikið inspiration fyrir mig sem kvikmyndagerðarmann og mér finnst ég er alltaf að sko, Vonarstræti var svona 3 sögur en svo mixa þessi saman núna er ég með Bíóhandrit sem eru 4 sögur mér finnst þetta svo spennandi format að vera að segja marga sögur einhver heimur eitthvað konsept í gangi og þú veit ekki endilega með eitthvað svona skýran endi eða agenda en þú veist mér finnst það ógeðslega spennandi og mér var það fáránlega flott í Magnolia ég bara elska þessa mynd There Will Be Blood er samt síðasta myndin sem ég elska eftir hann veit ekki alveg hvar ég staðsett Inherent Vice og Master ég er svona eitthvað ég gætt kort þeirra Master sko já, Master er mjög heavy sko hún er líka bara eitthvað svo með stundum menn missa sig ykkur svona það verður stundum svolítið tilgjörulegt já og ég hef aldrei sagt að hann sé léluleikstjóri nei ég hef aldrei gerað það en mér er bara svo magnað að sjá sko þetta er svipað sem maður hlustur á eitthvað plötu og hér er eitthvað eitt lag, kannski í útvarpinu og maður bara, vá, þetta er geðveikt lag svo hlustur á plötunni hjá þessari hljómsveit og það er bara allt hittir drass já. og maður spyrir sig, hvar varð dómgrindin sem sagði, þetta er skemmtilegt lag en skilur hvað við og ég bara svona pæla, hvað varð ef ég segjum að hann er aldrei gert Boogie Nights já. og fyrsta myndin sem hefði bara verið Magnolia eða eitthvað þá hefði ég bara spottað strax, ok, þetta er ekki leikstjóri fyrir mig já. En ég syrgi svo leikstjóri sem gerði Boogie Nights já, ég skil það, hún var líka sjúklega skemmtileg og líka vönduð þetta er ekki bara einhver að þetta er eitthvað sem kláminnaðin er bara brandarar mér finnst það líka bara gott drama já, bara mjög, virkilega en á ég gefið svona séns ég veit ég hlakka mjög mikið til að horfa á Phantom Thread ég hef alveg heyrt svona frá fólki sem var búin að missa trúna að það hafi fengið aftur trúna við Phantom Thread og ég ætti kannski að tjekka henni já það er ekkert ömulegt að vinna með Daniel Day-Lewis eða vera með hann allavega í lokaafurðinni Værirðu til að vinna með svoleiðis leikara? Bara ekki spurning, það væri sjúklega gaman En heldur það sé ekki mjög krefjandi? Jú, klárlega En er það kannski sem heillaði? Já, bara 100% Af því þetta er svo erfitt? Já, En hann virkar svolítið klikkaður Já, menn hann virkar allavega mjög áhugasamur starfið sitt Ná, vaktil orða tekið Þú veist, er hann ekki bara búin að læra eins og þegar hann liggi í The Boxer þá held ég hann að lært bara box í langan tíma jú.
og svo var hann í Gangs of New York, hann lærið held ég bara að slátra einhverju, hann er svo klikkaður. Já, klikkar á góðan hátt, sko. En það þú myndi vilja fá svona erfæðanleikara? Já, þú veist, sko, það er alltaf að vera erfiðleikari bara, þú veist, svo lengi sem þú ert ekki astni, þú veist, þar dregur í línuna. Ég nenni ekki að vinna með fólki sem eru astnar og bara láta eins og hálfvitar og gera lítið úr fólki og eitthvað þannig, ég nenni því ekki. En fólk sem vill sökkva sér í hlutina og láta hafa fyrir sér þannig, það er gaman, sko. Og það eru margir íslenska leikara þannig sem þú fer bara 24/7 þú ert að vinna með þeim, sko. Þeir eru bara hringjandi í tíma og tíma og ræða hlutinu og vilja kafa djúpt og með þess að ógeðslega gaman, sko. Já, þú hefur lent í því? Já, ég. Það er bara hringt í það og það er bara sagt, herðu, ég var aðeins að hugsa hérna. Já, ég. Það finnst mér áhugavert. Já, en ég er pínu svona sjálfur. Þannig að, þú veist. Ertu þá að hringja í kannski DP-inn eða eitthvað svoleiðis eða þá leikarna? Þetta gerist kannski meira í klippiferlinu. Að svona, maður fer í einhverju svona klikkun. Þá er maður alltaf að hugsa bara, kannski ætti að taka þetta út, færa þetta þangað. Hvað ætli gerist ef ég sleppi þessari setningu og við fáum aldrei að vita. Þú veist, órói var til dæmis svona afurð þessara hugsana að í handritinu var aldrei skrifa að strákarnir kysstust í byrjun. Við endum á skjótapartin í London og við erum bara að fljúa út og ég er í flugvölinni og eitthvað svona, strákar, við skulum gera kossin, skjótum það. Bara til vonum að vara. Ég, vil eiga kossin ykkar, þú veist, og þetta átti að vera leyndarmál í myndinni, það átti bara svona að segja í lokinu þeir hafi kist. Já, þó við áttum ekki að fá að sjá það. Nei, þannig var handritið skrifað, sko. Mér finnst að virka svo, því ég horfði aftur óróðum daginn, undirbúið mig fyrir að því ég var reyndaði. Já. Og mér finnst að virka svo svakalega eðlilegt. Það algjörlega, 100%. Það átti bara að vera þetta spjallan og undan, setja svo tríð, hlæ, klipp út. En það bara, strákarnir voru svo skemmtilegir og flottir í þessari senu og ég sá það leið og við klárum þetta bara, ok, þessi koss verður að vera. En svo voru alltaf að prófa með og án koss í klippiferlinu og prófa alls konar og byrjunin átti að vera allt öðruvísi og þú veist, sko, myndinar lenda alltaf, eða sérstaklega fyrstu 2 myndinar lendi gríðarlegir hakkavel í klippiferlinu. Þú veist, þær voru bara ekki að virka 100% eftir fyrsta klipp. Og mér finnst gott að klippa fyrst myndina nákvæmlega svo handritið skrifað og svo fara svona möndlanda. Í hvað ertu þá að fikta? Ertu þá að hugsa um svona pacing í myndinni? Það er pacingið og í vonastræti út ég voru með 3 sögur að handritið virkaði óslega vel, það var óslega gaman að lesa það, maður var alltaf áhugasamur næstu sögu og maður vildi fylgja þessu, en í bíómyndinni þá virkaði ekki. Þannig að við þurfum að fara að finna aðra klippipunta, hvenær við förum út úr sögunni og komum aftur inn í hana og hvenær við förum næst inn í þessi sögu. Þannig að við vorum endalaust að raða þessu upp, þannig að við náðum einhverju heild sem þú nefndir að horfa á. Og því að fyrsta klippið var svolítið bara fullt af skemmtilegum og góðum senum, en þú varst löngu búin að missa áhugaðan á henni, sko. Það var bara... Áhugavert. Já. Það er mjög áhugavert. En eins og með handrit. Já. Tarantino, ég er ofta við hérna, mér skanna hlusta tala um bíómyndir. Já. Og hvað það gerði, hann er alltaf svo svakalega ástyrjufullur og veitur svo mikið um bíómyndir. Já. Hann segir alltaf að handrit, þegar hann skrifar, þá er hann ekkert að hugsa um að hann sé að fara leikstjóri eða framleiða þetta eitthvað. Að því verkið sem slíkt þarf að standa, bara eitt og sér. Já. Það þarf að geta bara, hérna er bara listaverk og þú þarf bara að geta lesið það og þetta er bara geggjað. En svo finnst sumir líta handrit sem eitthvað blúprint. Já, ég er þar. Þú ert þannig? Já. Já, ok. Ég held kannski að þú er meira svona, þú lítur bara að þetta er bara svona grunnur og svo verður kannski myndir bara til eins og þú segir í klippherberginu. Já, algjörlega, þú veist, og ég leyfi ógeðslega miklu að gerist í tökum. Og ég skýt oft senur sem eru ekki skrifaðar og bara stelst til að gera þetta og þetta og ég hef klippt senu inn í bíómynd sem var ekki eins og tekin upp. Mjög erfitt að segja það, útskýra það. En sko, þetta var sko stundin nefnilega þegar ég er að skjóta senur að þá hendi ég á leikurunum, herðu, ok, áður ég farið inn í senuna, þannig að vera hérna, aðeins að kissast og tala saman og ræðum börnin ykkar og svo skulum við hægt og rólega fara út í rifrildið. Þannig að búið þið bara spinnið smá formál á það. Og það var svona spuni sem endaði síðan sjálfstæð sena inn í vonastræti. Bara það var ekkert skrifað og við tókum bara spunan upp og vorum bara eitthvað að rúlla á þetta. Svo bara, herðu, okkur vantar svona senu hérna, bara setjum hann inn og var bara æðisleg. Það var eins og væri
allt útpælt. Þetta lúkkaði vel, sko. En þegar verið að klippa myndum þínar, eða þættina, hversu mikið ertu í klippherbygginu? Ertu alltaf með klipparann? Nei. Við leggjum línuna fyrst. Kannski í fyrstu senunum erum við átt okkur á pacinginu og ég er að hugsa aðeins meira svona eða minna svona. Þegar mér finnst klipparinn vera komið með tempóið og fílið, að þá bara klippu eftir handriti, horfum saman og svo byrjum við að krönsa, ok, nú fyrir að prófa alls konar hluti og það er miklu meira til að byrja með bara nótur, svo lokametrónum, þá sitjum við saman og bara, gerum þetta og þetta. Og svo fyrir maður að skrýna og leyfa fólki að horfa og fá punta og ákveða hvaða nótur við tökum inn og hvað ekki og allt þetta. Þannig að það er lengst af klippanum bara einn að vinna og koma sér saman og því að hann hefur ekkert við mig að gera þar við hliðina. Hann er bara gróf klipparinn að búa til svona einhverjar heildamynd. Já, og hann er með nótur frá skriftu sem er með mér á setti, sem er einmitt fundurinn sem ég er að fara eftir. Okay. Að þá er ég búin að segja eitthvað setti, bara mér var að taka 1 og 3 langt best, en bytta hann að skoða 2 og því það er helviti gott þetta inn á milli og eitthvað. Þannig að hann er með það. Svo getur hann verið ósammála mér og þegar ég kem í klippherbyggju og segja bara, átti ekki betra svona? Hann bara, jú, en hún leiti myndavél eða eitthvað, þú veist, whatever, hvað sem Já. Þannig að þetta er, en sko aðalmálið bara eins og með alla sem þú vinnur með, það er að treysta þeim 100% og leyfa þeim að koma með allt sitt besta á því að, maður dettur svo oft inn á hluti sem ég hafði ekki getað ímynda mér eða djúvill er þetta sniður, þetta er miklu sniður en ég var búin að ímynda mér þetta. Alveg sem með leikmynd, þú veist, maður kemur með einhver hugmyndir, ég vil hafa steinveggi og svona og þennan feeling og eiginlega bara alltaf þegar ég kemur að setja á bara, wow, þetta er miklu flottar en ég myndaði mér og því að þau bætti einhverju við og gerði eitthvað og því að ég bara treysti 100% til að skila því. Áhugavert. Áður en ég sleppi þér, ég veit hvort það fara á fundin. Já, ekkert maður. Við höfum nokkra mínútur eftir. Já. Ég ætlaði að spyrja þetta í eitt. Það er svona kvikmyndagrúpa á Facebook og svona skemmtilega pælingar í gangi fólk að setja einhverjar pælingar og það var ein pæling sem var mjög áhugaverð ég var ekki alveg sammála kannski það sem hann var að segja en mjög áhugaverð, ég ætla að spyrja það út í þetta hann var að vildi meina það hún hefur tónlist skipt svo miklu máli í bíómyndum og hann vildi meina það að það væri 50% af myndinni 50% af verkinu væri tónlistin persónulega er ég ekki sammálaði og ég ætla ekki að hengja þennan mann á þetta ég veit að hann lækka þess próstutöluna mér fannst það bara áhugavert þegar svo eru sumir að taka þátt í samræðu eitt sagði, tónlistamæður hann sagði, mér finnst það bara að jafnvel vera alveg 70% mér finnst það galið persónulega, hvað finnst þér sem leikstöri og handlisund? En sko, þú getur eyðilagt bíómynd með tónlist þannig að þú sérð hvað það er mikilvægt að gera góða tónlist það skiptur auðvitað máli? Já, algjörlega sko það væri örugglega mjög áhugavert að horfa á Inception með lélegri tónlist. Já, það væri áhugavert. En ég held hún er ekki ónýtt samt. Heldur það? Nei, alls ekki. Sko, í klippiferlinu þá, hún Valdís Óskarsdóttir barði þetta inn í hausinn á mér. Ef að senan virkar án tónlistar, þá virkar hún með tónlist. Ef hún virkar ekki án tónlistar, ekki reyna þá að plástra hana með tónlist. Gott ráð. Já, þannig að ég hef reynt að fylgja þessu eins og ég get, en ég hef plástrað senur til að hjálpa mér, sko. En það, til þess að bústa eitthvað drama eða eitthvað? Já, algjörlega, bara þetta var ekki alveg virkað en svo leið og kontónlist og bara, ok, þetta virkar og það tekur enginn eftir í nema Valdís örugglega. Enginn sem er horfan er bara að fatta þetta. Nei. En að því ég fór líka að hugsa að því að tónlist og hljóð er ekki að sama. Nei. En mér persónulega, ég hef ekki kveikmyndagerðarmaður, en persónulega finnst mér gott hljóð skipta meira máli en tónlist. Já. Sérstaklega verður þetta saman stórmyndir. Já. Algjörlega, en gott hljóð, ertu að minna hljóð heimurinn? Allt, ég er þannig sound designerinn og bara allt saman. Algjörlega. Og þú veist, sko hljóð heimur er ógeðslega spennandi. Þú veist, sko, mér finnst þegar ég er komin í tónlist á verkinu, þá er komin svona tímapunkturinn það sem ég er svona, nú er eiginlega bara gamanið eftir. Ég er búin að ná að raða myndinni saman, þetta er allt, þú veist, núna erum við, þú veist, allt sem gerist hérna frá á bara eftir að bæta verkið. Bara desert. Já, þetta er svolítið það. Og
og það ógeðslega ég hef verið að vinna með skemmtilegu fólki unnið náttúrulega með Óla Arnalds í öllum bíómyndunum, Pétur Jónssoni í sjónvarpi og þetta eru, þú veist, fyrir utan að vera ógeðslega klárt fólk, þá eru það bara svo skemmtileg, svo gaman að vera með þeim í þessu og þetta eiginlega liðið sem kemur mér mest á óvart, sko. En við höfum síðan gert alls konar í þessu ferlið, Pétur núna með mér í Svörtusöndum, það alveg 1,5 ár síðan við byrjum að fikta við að semja tónlist fyrir það, bara á handritstigi og mér finnst það ógeðslega gaman og við erum komið með svona hint af þema-lagi og að skoða hljóðheiminn í tónlistinni, finna Mandalorian, þverflautuna sem verður einkennandi fyrir hérna. Það er rosalegt stef. Það er sjúkt stef. Ságæði snillingur. Já, og sjúkt hljóðfæri að gera þessa flautu af aðal hljóðfæri bara. Þessi gaur, Ludvig Göransson heitir hann. Ég hafði aldrei séð hann. Nei, en geggjaður. Ég sá eitthvað svona making of. Já. Þetta virkar bara eins og einhver hippa gaur. Já. Og svo var það bara einhver snillingur. Algjör snillingur. En sko, við erum átt okkur því að við erum með, ef við ættum að taka alla kategóriur kvikmyndagerð, þá er kvikmyndatónlist, það sem er komið langlengst af íslenskri kvikmyndagerð. Ef þú bara pælir í, hver er búin að vinna Óskarsverðlaunin, hverjir hafa verið tilnefndir oftast til Óskarsverðlauna, hverjir eru að gera stærstu hlutina. Ertu að tala Jóhann, Hildi? Já, Jóhann, Hildi, Atla, Óla Arnalds. Einmitt. Vá, ég var ekki með pæli í þannig. Þetta er, og ég sko... Ég er ekki að gera lítið úr kvikmyndatónlist. Nei, ég veit það, ég skil þið alveg. En tónlist er algjörlega... Ég get alveg keypt að einhverju leiti að segja þessi 50-50, en þú veist, kannski ekki vinnuframlagslega, en sko sem svona endaprodukt, þá verður tónlist einhvers konar hjartsláttur í myndinni. Og það er alveg ótrúlega hvað röng tónlist getur drepið mikið niður, sko. Það er magnað. Þú getur alveg eyðilegt bíómynd með rangri tónlist, sko. Viltu meina það? Ef þú tekir bara eitthvað dæmi, Seven, ef hún tala um hann á hann, geggjumynd. Já. Ef hún fengi lélega tónlist, já. Heldur þetta er ekki góð mynd? Þetta er svo erfitt að segja. Djúpa pælinga. En ég var samt að taka eitt dæmi. Já. Að því að Coen-bræður, ég hef nefnt þetta áður, þeir gerðu No Country for Old Men. Já. Sástu hana? Já. Hvernig veist hún? Æði. Mér líka. Ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hvort þú har séð hana oft. Það er eiginlega engin tónlist í henni. Nei, algjörlega. Skilur, en það er mjög gott, fannst mér, sounddesign í henni. Já. Það er flott hljóðin, eins og bara byssuhljóðin og allt þetta. Algjörlega. Hún virkaði á þessum tónlist, þannig að þá er hennu, ég veit þetta er misjandi þetta verkefnum, en þá hugsaði ég, ef að tónlist er 50% bíómyndum, okkur virkaði þessi mynd svona vel? Og því að einhver hefur ákveðið að nota ekki tónlist, og það er partur af því að gera tónlist, það er að vita hvenær á ekki vera tónlist. Þetta hljómar svo heimspekilega. Já, en sko, þegar ég labba inn í herbyggi til Óla og ég er með einhverja sturlað hugmyndum að hér eiga að koma eitthvað geðveikt, og hann segir við mig, nei Baldvin, hér á ekki að vera nein tónlist. Þá veit ég að ég er að vinna með rétta fólkinu, sko. Já, þetta er tónlistamæður og hann er að segja við, nei, engin tónlist. Já. Já, þú þarft held ég að vera líka með, sko, þarft að svolítið með heilan réttum stað. Já, algjörlega. Fatta að verkið þarf ekki á þessu að halda okkur núna. Já. Þetta er mjög áhugavert. Ég ætla bara að sleppa þér, Baldvin, svo við ekki sitna á hana fund. Já, ekki spurning, takk fyrir það. Þetta var bara hrikalega skemmtilegt. Já, við áttum alveg örugglega nóg inni að ræða. Ég hef ekki rætt við í 3 klukkutíma. Já. Það var kannski bara gaman einhvern veginn að setna þegar þú tíma, kíkja aftur. Já, ekki spurning. Tala um einhvern framtíða verkefni og bara með kveikmyndagerð yfir höfuð. Já. Bara takk hérlega. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka